Góðan dag, kæru áhorfendur. Verið hjartalega velkomin á þennan viðburð konur í nýsköpun sem haldinn af Nýsköpunarnefnd FKA í samstarfi við Nýsköpunarviku. Ég heiti Huld Magnúsdóttir og formaður Nýsköpunarnefndar FKA og ætla að leiða okkur í gegnum dagskrána hér í dag. Ég vil taka fram vegna sóttvarnaregla að hér eru engir gestir og eingöngu þær konur sem flytja erindi viðstaddar. Við erum í stórum sal með nægu bili og öllum reglum fylgt í hvívetna með grímur, hanska og spritta vel og mikið. En að málefni þessa viðburðar. Ísland þarf fleiri frumkvöðla sem stofna fyrirtæki sem vaxa, skapa ný störf og þróa sjálfbært samfélag. Það sama gildir hin Norðurlöndin. Þannig ná þau enn meiri árangri til lengri tíma. Þrátt fyrir að oft sé litið til Norðurlandana sem alþjóðlegrar fyrirmyndar þegar kemur að jafnrétti kynjanna svigrúm til úrbóta þegar kemur að frumkvöðlastarfi kvenna og þátttöku þeirra í stofnun og stjórnun fyrirtækja. Staðreyndin sú að næstum jafnmargar konur og karlar vilja gerast frumkvöðlar. Engu að síður hlutur kvenkyns frumkvöðla á Norðurlöndunum lítill og konur eiga erfiðara með að finna fjármagn fyrir fyrirtæki sín en karlar. Þannig sköpunargleði kvenna og frumkvöðlastarfsemi vannýtt uppspretta hagvaxtar og atvinnusköpunar sem ætti að þróa frekar. Til að missa ekki frá okkur þekkingu og kraft sem myndi gagnast samfélaginu í heild sinni þurfum við að efla til muna nýsköpunarþátttöku kvenna. Það því ekki einkamál kvenna að þær séu ekki jafnir þátttakendur í ákveðnum hluta samfélagsins. Til að leggja sitt á vogarskálarnar bauð Nýsköpunarnefnd FKA til þessa fundar konur í nýsköpun. Eins og fram hefur komið starfar nefndin innan hins öfluga starfs félags kvenna í atvinnulífinu og ég vil kynna nefndina en í henni eru Aðalheiður Jónsdóttir, sviðsstjóri alþjóðasviðs Rannís, Ágústa Ýr Þorbergsdóttir, framkvæmdastjóri Navigo, Huld Magnúsdóttir, framkvæmdastjóri Nýsköpunarsjóðs atvinnulífsins, Ragnhildur Ágústsdóttir, frumkvöðull, stjórnarmaður og stjórnandi hjá Icelandic Glavasjó og Microsoft, Soffía Haraldsdóttir, rekstrarþjálfi og eigandi First Class, Sólveig Eiríksdóttir, framkvæmdastjóri Himnest og Þórey Einarsdóttir, stjórnandi Hönnunarmars. Ég vil líka fá nefna að við undirbúning þessa viðburðar fengum við dygga aðstoð og góð ráð frá framkvæmdastjóra FKA, Andreu Róbertsdóttur og kunnum við henni bestu þakkir. Tilgangur fundarins í dag að vekja athygli á konum í nýsköpun og vegferð þeirra úr mismunandi áttum. 3 af þeim 4 konur sem munu flytja erindi hér munu deila reynslu sinni af því að stofna fyrirtæki úr margbreytilegu umhverfi og bakgrunni og segja frá vegferð sinni í fyrirtækjarekstri og nýsköpun. Þá verða kynntar niðurstöður könnunar og stöðu kvenna í nýsköpun sem var gerð fyrir atvinnu- og nýsköpunarráðuneytið og fjallað gerð hlaðvarpa konur í nýsköpun. Með þessu framtaki vill Nýsköpunarnefnd FKA varpa ljósi á mikilvægi kvenna í nýsköpun og leið hvetja konur til að láta sig kveða á vettvangi nýsköpunar og skapa þannig verðmæti fyrir sig og sína og samfélagið í heild. En þá að fyrirlesurum dagsins. Konurnar sem flytja erindi hér í dag eru Margrét Vilborg Bjarnadóttir, stofnandi og stjórnarformaður Pay Analytics og dósent við University of Maryland, en hún mun fjalla vegferðina frá stærðfræðilíkani yfir á alþjóðamarkað. Þá ætlar Ragna Sara Jónsdóttir, stofnandi og framkvæmdastjóri hönnunarmerkisins Fólk, að hvetja konur til að breyta heiminum frá hugmynd til alþjóðlegs rekstrar. Þar á eftir fáum við Rakel Garðarsdóttur, stofnanda og framkvæmdastjóra húð- og hárvöruframleiðandans Verandi, sem veitir góð ráð undir yfirskriftinni Ekki gera sömu mistök og ég, áskoranir við að koma vörum á markað. Að lokum ætlar Alma Dóra Ríkharðsdóttir, viðskiptafræðingur og meistaranemi í kynjafræði, að fjalla verkefni sem hún hefur unnið fyrir atvinnu- og nýsköpunarráðuneytið konur í nýsköpun en í erindi hennar heitir Hindranir, valdefling og framtíðin í nýsköpunarumhverfi á Íslandi. Eins og heyrist af þessari upptalningu förum við víðan völl í dag og ræðum launabil, leiðina frá háskóla til viðskiptatækifæra, opnum okkur mistök og áskoranir,
markaðssetningu, hvernig við breytum heiminum með einu skrefi í einu og lærum hindranir og valdeflingu. Að þessu sögðu göngum við til dagskrár og fyrst flytur erindi Margrét Vilborg Bjarnadóttir, en áður en hún byrjar langar mig aðeins að segja ykkur frá Margréti. Margrét útskrifaðist frá Háskóla Íslands árið 2001 og eftir störf hjá nýsköpunarfyrirtækinu AGR hélt hún til náms við MIT, þaðan sem hún útskrifaðist með doktorsgráðu í aðgerðagreiningu árið 2008. Margrét stofnandi Pay Analytics, fyrirtækis sem sérhæfir sig í að útrýma launabilum. Pay Analytics hefur hlotið fjölmörg verðlaun, vann meðal annars frumkvöðlakeppni í Wharton People Analytics og var útnefndur besti íslenski samfélagsbrotinn árið 2018. Margrét hefur á ferli sínum sem vísindamaður og frumkvöðl hlotið fjöldamörg verðlaun og eftir hana liggja tugir vísindagreina. Hún hlaut til að mynda aðalverðlaun Global Women Inventor og Innovators Network árið 2019 fyrir nýsköpun sína og síðasta ári var hún útnefnd háskólakona ársins af félagi háskólakvenna fyrir samfélagsleg áhrif vísindastarfa sinna. Við bjóðum Margréti innilega velkomna í pontu. Takk fyrir að bjóða mér að vera hér í dag. Ég heiti Margrét Vilborg og ég stofnaði Pay Analytics. Pay Analytics hugbúnaðarhús sem býr til hugbúnað sem bæði mælir launabil, kemur með tillögur að því hvernig við eigum að loka þeim og sér til þess að þau komi ekki skríðandi tilbaka. Og ég ætla að fá að segja ykkur aðeins frá minni vegferð. Og ég kem úr akademíunni og Pay Analytics verður rauninni til þegar til minn kemur framkvæmdastjóri og að kvart yfir því að geta ekki lokað launabilinu. Hann var bara ábyrgð á mannauðsmálunum og þeir höfðu mælt 8% launabil og svo þegar allir ætlu að vera rosa meðvitaðir launabilið í heilt ár, í allri sinni ákvarðanatöku, þegar þeir mældu launabilið aftur ári síðar, þá var það bara ennþá 8%. Og þá byrjaði hann að spyrjast fyrir, hvernig loka ég þessu, hver að fá launahækkunina og hvað eiga þessar launahækkanir að vera háar. Og það var enginn sem gat svarað því. En ég tek þetta að mér sem rannsóknarverkefni, þar sem minn bakgrunnur í því sem heitir aðgerðagreiningu og aðgerðagreiningurinn snýst það hvernig við tökum gögn og stærðfræðilíkön og styðjum við betri ákvarðanatöku. Og þetta, hvernig við lokum við launabilinu, í rauninni bara drauma rannsóknarverkefni með þennan bakgrunn, af því við höfum gögnin starfsmennina og við þurfum einhvern veginn að taka ákvarðanum hvernig við lokum launabilinu og til þess getum við notað stærðfræðilíkön. Þannig kom þetta verkefni til mín og ég og David Anderson sem meðstofnandi af Pay Analytics, við tókum þetta að okkur og við byggum til alveg ofboðslega fallegt stærðfræðilíkan. Alveg svínvirkaði, getum sannað hellinga alls konar stærðfræði fullyrðingum þetta líkan og birtum síðan það lærða grein í flottu vísindatímariti og oft hefði það verið rauninni endalogin og þar hefði við sett punktinn aftan við. En eitthvað sagði okkur að við værum með eitthvað í höndunum sem gæti orðið eitthvað meira. Og þá kannski sérstaklega það að þetta vandamál kom til okkar úr atvinnulífinu. Framkvæmdastjórinn var að kvarta við mig, þannig eitthvað þetta var verkfæri til að leysa hans vandamál. Þannig við ákváðum að taka þátt í gullegginu og það samkeppni bestu viðskiptaáætlunina. Og þá eitt af því að taka þátt í gullegginu, þá þarf maður að skrifa viðskiptaáætlun og það var svona fyrsta stóra breytingin frá akademiska hugsunarganginum var að þegar ég þurfti að fara að skrifa viðskiptaáætlun. Af því að maður er náttúrulega bara með hugmynd og maður veit ekkert hvernig markaðurinn tekur við hugmyndinni eða hvað hún verðmæt. Þannig að þetta er allt sett fram sér svolítið svona gott gisk og það er náttúrulega eitthvað sem við gerum ekki í akademíunni og ef við ætlum að setja eitthvað fram sem gott gisk þá varum við allan með kafla sem væri nefnigreining á hversu gott giskið og sem annað kafla sem væri í rauninum hversu að giskið væri nú örugglega vitlaust. Þannig að það að setja eitthvað svona fram sem gott gisk var svolítið erfitt fyrir akademiska hjartað en maður gerði það nú samt. Og kom okkur áfram í 10 liða úrslitin. Þannig að við flugum heim, ég og David Anderson, við erum bæði búsett í Bandaríkjunum, til að taka þátt í gullegginu. Og það var svona mín fyrstu kynni af frumkvöðlaumhverfinu, náttúrulega á Íslandi og alþjóðlega.
Og það fyrsta sem sló mig var þessi rosalega jákvæðni og uppbyggilegheit og allir tilbúinir einhvern veginn að, gefa manni ráð og segja hvað maður getur gert betur og tengja mig við hinn og þessa til þess að geta rætt þessa hugmynd. Og það kannski annað sem allt öðruvísi í frumkvæðilega heiminum heldur en akademíunni þetta að, þú nær því meiri árangri, því fleira fólk segir frá hvað þú ert að gera og hvað þú ert að hugsa. Á meðan ef þú ert í akademíunni og fara góða hugmynd, þá heldur henni eins nálægtur og getur og sest inn í skrifstofuna og lokar hurðinni og skrifa greinina þína til að fá hana birta. Þannig það sló mig og í rauninni eftirminnilegast af þessu öllu saman og við náðum að vinna þessa keppni. Hér mynda mér og David Anderson á þessum þeim tímapunkti. Svolítið vansvefta komum á Red Eye eins og það heitir frá Ameríku og þurfti sem endurvinna alla glærurnar að þau sögðu okkur í endurgjöfinni sem að fekk hana 24 tímum fyrir lokakynninguna að þetta var ömurlegustu glærur sem þau nokkuð tíma séð. Þannig við erum litræðilega kannski 3 tíma svefnina en okkur tókst þetta og þá náttúrulega var svona staðfesting á því að við hefðum eitthvað í höndunum og líka að kom náttúrulega smá pressa og fara að gera eitthvað með þetta af því að maður vinnur ekki í gullleggið og leggur sem bara árar í bát og segir að þetta voru gott Þannig við höldum áfram, þannig að mjög svipuðum tíma byrjum við að spjalla við Orkuveituna og þau voru á rosa góðri vegferði sínum jafnréttis og jafnlaunamálum. Þau höfðu ákveðið 2011 að loka launabilinu og þá var það einhvers staðar kringum 10% og voru búin að minnka það yfir 5 ára tímabil og ná miklum árangri. Og við byrjum að tala saman hvernig náum við nú, klárum við lokasprettin og loka þeirra launabili og við hefjum okkar samstarf. Og það byrja náttúrulega þannig, ég var ekki komið með hugbúnað, þannig að þetta byrja bara sem ráðgjafaverkefni og ég byrja að nota mitt ofboðslega fallega launalíkan og Sólrún, sem stýrir mannusmálunum í Orkuveitinu minni, segir mér að það sé ömurlegt. Og það sé ekki hægt að byggja þessar ákvarðanatöku á þessu því sem ég held að vera gullfallegt stærðfræðilíkan. Og það sem vantaði í þetta líkan var í rauninni þessi grundvallar hugsun að ef við ætlum að loka launabil og ef við hugsum bara almennt launabil, að þau verða þegar við tökum þessar ákvarðanir, þá verður það náttúrulega byggjast að sanngirni. Þannig þarna tökum við í rauninni svolítið uppbeygju, allan svona 90 gráðu beygju og förum að og rauninni endurskrifum alla algrima frá grunni með það að leiðarljósi að við að taka sanngirni strifnar ákvarðanir þegar við erum að loka þessum launabilum. Og kannski svolítið gaman að segja frá því að þetta samstarf við Orkuveituna það bæði hjálpaði okkur að búa til miklu betri vöru en þeir urðu náttúrulega líka svolítið vöktu ótrúlega mikla athygli á okkur og ekki bara með því að tala okkur og okkar samstarf og árangurinn sem við náðum saman og ekki bara á Íslandi heldur þau hafa talað forstjóri Orkuveiturinnar talaði okkur til dæmis á Barbershop UN ráðstefnu í Kaupmannahöfn og þá talaði mig sem the PhD woman eins og það var ein PhD woman in Iceland en það hefur verið ótrúlega mikilvægt fyrir okkur og okkar vegferð. En þetta gerist allt kringum 2016 og eftir þetta komum við með fyrstu frumgerðin okkar og við byggjum fyrstu frumgerðin okkar í Excel og ef einhver er að hlusta sem hefur einhvern tímann kóðað eitthvað þá veit að það algjör dauði að ætla að kóða eitthvað í Excel en þetta virkaði fyrir okkur og af nokkrum ástæðum við gátum gert þetta rosa ódýrt. Það ódýrt. David forritaði bakendan fyrir okkur í Java og síðan gátum við keypt fyrir með gulleggispeningana og nokkra dollara í viðbót Microsoft forritara til þess að forrita addinið. Þannig en þetta var nóg bæði fyrir til þess að Orkuveituna að fara að keyra greiningar mánaðarlega og aðra þróunaraðila og síðan voru bara viðskiptavinir farin að hringja í okkur að þið hefðu frétt af þessu Excel viðbót sem geti leyst þetta vandamál og það náttúrulega þá var orðið rosa skýrt ef við værum með eitthvað skemmtilegt í höndunum og þá gátum við selt hugmyndina einmitt með því að geta sýnt hana svolítið í betun okkar til Garðars sem síðan verður CTO-in okkar og hann tekur þetta yfir og gerir úr þessu alvöru skýjalaust sem kemur þá á markaðinn cirka 12 mánuðum seinna og náttúrulega kannski annað einmitt, við erum búin að tala svolítið það, í akademíunni erum alltaf þetta rosa einstaklingsíþrótt akademían, á meðan að byggja upp fyrirtæki hópíþrótt og lykilatriðið
að finna liðsmenn sem geta sko styrkt heildina og Garðar einn af þeim sem bara gjörbylti því hvað við gátum gert og hvað hraða og svo framvegis. Þannig að við erum komið skíalaust og ég rosa stolt af nýjustu útgáfun okkar að því við víkkum hana á tvennu leyti, bæði breikkuð út skilgreininguna kyni, það er ekki lengur bara karl og kona, heldur til dæmis sem myndin síðan þá getum við tekið kynsegin eða hvaða skilgreining á kyni sem er og einnig útvíkku við skilgreininguna bara hvernig við hugsum launabil, að því launabil ekki bara milli karla og kvenna heldur líka kannski eftir uppruna til dæmis. Þannig að nú styður kerfið okkar við það bara vítt og breytt. Og við höfum núna, ég held að við styðjum nýjustu tölur frá því morgun var að við styðjum við 22% af starfsfólki á Íslandi fyrir gegnum kerfið okkar og nýjustu tölur segja að við séum komið notendur í 34 löndum. Mjög gott að ná inn notandi í Kína, þá lítur þetta út eins og maður sé að taka yfir heiminn á kortinu. En við erum komin í allar heimsálfur nema Suðurskautslandið með notendur og það er bara óbúslega spennandi og vegferðin núna framundan er náttúrulega bara að ná fótfestu á þessum orkuðum og rosa þakklátt við fengum styrk frá Tækniþróunarsjóði til að styðja við þá vegferð á komandi mánuðum. Þannig að þetta var svona vegferðin mín úr akademíunni yfir í skíalausnina í stuttu máli og kannski það sem situr eftir því hugsa þessa vegferði, fyrsta lagi náttúrulega jákvæðnin og einhvern veginn þessi uppbyggilega umræða og allir tilbúinir að hjálpa manni þegar maður er að frumkvæðlast, eins og ég kalla það. Og annað sem er kannski eitthvað sem akademían og frumkvæðlega heimurinn eiga sameiginlegt er þetta náttúrulega bara bæði massa vinna. Þetta er ofboðslega skemmtilegt ferðalag, en hvort sem þú ert á beinubrautinni í akademíunni eða byggja upp fyrirtæki, þetta er náttúrulega bara massa vinna, en ofboðslega skemmtileg vinna og eitthvað sem ég hefði ekki vilja missa af. Og kannski síðasti punkturinn sem ég langaði að segja frá, kannski þegar ég hugsa tilbaka, þessi vegferð, ef ég hugsa hvað við byrjuðum með vísindagreinina, áhrifin sem vísindagreinin hefur ekki rosa mikil. Kannski er einhver aðri prófessorar sem að lesa vísindagreinina mína. En með skíalausninni minni þá ég að hafa áhrif á yfir 200.000 launþega og vera viss það sé ekki launabil þegar þeir taka við launatjekkanum. Þannig að það er það sem kannski hefur verið mest gefandi fyrir mig persónulega á þessari vegferð. Þannig ég ætla bara að þakka fyrir og gera svo vel Huld að taka við. Margréti kærlega fyrir hennar innlegg í þessa mikilvægu umræðu og það er vissulega mjög mikilvægt að ræða launabilið og hvernig hægt að loka því og áhugavert líka að heyra þessa vegferð frá vísindastarfi til viðskipta og hvernig það er hægt að vinna með vísindin og gera það að fyrirtæki. Nú, talandi svona áhugaverða punkta, þá kom fram í nýlegri úttekt tímaritsins Shifti að nýsköpunarfyrirtæki sem eru stofnuð af konum eiga erfiðara með að fjármagna sig en fyrirtæki sem eru stofnuð af körlum. Kemur svo sem ekki á óvart. Í Evrópu fer aðeins 2,5% þess fjármagn sem varið í fjárfestingar í nýsköpunarfyrirtækjum til fyrirtækja sem eru stofnuð af konum. Aftur á móti 15 allra nýsköpunarfyrirtækja í Evrópu 21% stofnuð af konum. Að hluta til taldi tímaritið að þetta stafaði af því að tengslanet kvenna væri ekki til samræmis við tengslanet karla. Næsti viðmælandi þekkir vel til tengslaneta og ætlar að hvetja okkur til að breyta heiminum. En Ragna Sara Jónsdóttir stofnandi og listrænt stjórnandi fólks eftir að hafa lokið BA-námi í mannfræði við Háskóla Íslands. Starfaði hún við blaða- og fréttamennsku þar sem hún öðlaðist reynslu sem hún myndi aldrei skipta á. En einnig viðurkenningu fyrir greinaflokk ársins á sviði umhverfismála ásamt Drags og Morgunblaðinu. Ragna lauk því næst meistaragráðu í alþjóðaviðskiptum og tungumálum frá Viðskiptaháskólanum í Kaupmannahöfn. Eftir útskrift stofnaði hún ráðgjafafyrirtæki með áherslu á samfélagsábyrgð og sjálfbærni og starfaði fyrir viðskiptavini á borð við þróunaráætlun Sameinuðu þjóðanna, utanríkisráðuneytið og Íslandsbanka. Að því búnu stökk Ragna á óvænt tækifæri og gerðist yfirmaður samskiptasviðs Landsvirkjunar og síðar yfirmaður samfélagsábyrgðar Landsvirkjunar. Árið 2015 söðlaði hún og stofnaði hönnunarmerkið Fólk Reykjavík.
Ragna Sara hefur látið umhverfis- og mannréttindamál sig varða. Hún fyrrum formaður stjórnar UN Women á Íslandi, varaformaður stjórnar Festu, miðstöðvar samfélagsábyrgð, formaður dómnefndar fjölmiðlaverðlauna umhverfisráðuneytisins og formaður dómnefndar umhverfisverðlauna atvinnulífsins. Við bjóðum Ragnu Söru innilega velkomna í pontu. Takk fyrir, Huld. Heyrist í mér. Það ótrúlega gaman að vera hérna með ykkur í dag og gaman að hlusta á hana Margréti Vilborgu. Við getum öll breytt heiminum og það gríðarlega mikilvægt að við konur tökum þátt í því. Öxlum okkar ábyrgð hvað það varðar. Ég meina, hvernig viljum við sjá framtíðina? Við hljótum að vilja taka þátt í að ákveða hvernig hún á að líta út. Og ef við pælum í því, þá hafa aldrei verið jafn mikil tækifæri til þess að blanda sér í þessa umræðu eins og núna. Sérstaklega með fyrirtækjarekstri. Við horfum upp á örar tæknibreytingar. Það fjórða iðnbyltingin hér hafin og ennþá hraðari breytingar sem við höfum hort upp á út af þessari farsótt sem við erum að glíma við núna, COVID-19. Skyndilega gátu allir rekið alþjóðlegan rekstur sama hvar í heiminu þið væru. Skyndilega gátu allir unnið heima. Við höfum aldrei geta verið svona fljót að tileinka okkur þessar breytingar nema vegna þess að hætta steðja því að. Og síðan hefur aldrei verið jafn ódýrt að markaðssetja sig bara yfir allan heiminn eins og núna. Og það eru samfélagsmiðlar og tæknin sem sjá til þess að við getum það. En það hafa aldrei heldur verið jafn mörg áríðandi vandamál sem við þurfum að leysa eins og í dag. Ég meina, allir þekkja þessi vandamál. Loftslagsbreytingar, allt of mikill CO2-útblástur, hnignandi líffræðilegu fjölbreytileiki, plastmengun, ég geti haldið áfram að telja bara heilengi. Þannig að það ríður á að við skiptum okkur að og blöndum okkur í það hvernig við viljum hjálpa til við að leysa vandamál með okkar hugmyndum og okkar forsendum. Og nýsköpun, frumkvöðlastarfsemi og hönnunar hugsun munu hafa gríðarleg áhrif á það hvernig við munum leysa þessi vandamál. Og við gerum það ekki ein, heldur mörg í sameiningu. Og mér langar líka til að segja ykkur aðeins frá svona minni vegferð. Ég hætti í frábærlega skemmtilegu eiginlega draumastarfinu árið 2015. Eins og Huld kom inn og ég var að vinna hjá Landsvirkjun og hafði fengið að stýra þar innleiðingu samfélagsábyrgðar. Algjört draumastarf. Þannig að þegar ég sagði upp mínu starfi þá var ég með 2 hugmyndir. Og önnur var sú að taka hugmyndir það að segja aðferðafræði samfélagsábyrgðar og sjálfbærni inn í svona framleiðslu á hönnunarvörum. Og mér langaði til þess að við værum meðvitaðri hvað við værum að kaupa, hvað við værum að framleiða og hvernig við gerðum það. Og þessi reynsla af því að vera ráðleggja fyrirtækjum hvernig þau getu dregið úr neikvæðum áhrifum sínum á umhverfi og samfélag og aukið jákvæð áhrif sín á umhverfi og samfélag, það var mér sérstaklega hugleikið og mér langaði að taka það áfram inn í eigin rekstur. Síðan hafði ég búið í Danmörku nokkur ára skeið, þarna upp úr 2000 og var vitni að því hvernig svona hönnunargeirinn fór allt í að blómstra með svona nýbylgju í nýnorrænni hönnun. Og það var mér mikill innblástur vegna þess að þegar ég svo flutti heim 2008 þá fór ég að fylgjast með íslenskri hönnun og það voru margir frábæri hlutir að gerast og hönnunarmars-hátíðin var nýbyrjuð og ég fór að kíkja á þær og skoða hvað var í boði sem að íslenskir hönnur var að bjóða upp á og alveg frábæri hlutir að gerast. En ég tók líka eftir því að skalinn á því hvernig hönnun, vöruhönnun, innanhúshönnun þróaðist á Íslandi miðað við það sem ég hefði séð í Danmörku var ekki af sama skala. Það var miklu sjaldgæfara að ég sæi hönnun sem ég hefði séð sem prótótýpu einhverju sýningu enda í einhverju flottri hönnunarverslun.
Og ég fór að skoða svona hvers vegna var þetta að gerast og þá kom í ljós að það skorti bara gríðarlega þekkingu á því að taka hönnun sem hugverk yfir í það að vera söluvara í verslun sem framleidd á einhvern ákveðinn hátt á einhverju verði sem sambærilegt við annað sem í boði. Þannig að við flytjum inn gríðarlegt magn af hönnun, við kaupum rosalega mikið af innanhúshönnun, þannig að af hverju ættum við ekki að blanda okkur í þetta? Og hver var íslensk hönnun? Hvað stendur hún fyrir? Við vitum öll hvernig, sjáum svona mynd í huganum ef við tölum danska hönnun eða norræna hönnun, en íslensk hönnun, hvað getum við ekki nýtt þessa frábæru hæfileika sem við vorum að sjá hjá hönnuðunum. Þannig að ég ákvað að stofna svona plattform, hönnunarmerki sem hitt fólk og var plattform fyrir íslenska hönnuði til að þróa og framleiða hönnun bæði og til sölu hérlendis og erlendis. Og ég tók að sjálfsögðu þessa hugmynd sjálfbærni og samfélagsábyrgð og líka hringrás. Hvernig gæti við tekið hráefni sem væru nú þegar til staðar í umhverfi okkar en gert eitthvað úr þeim. Og til dæmis þá, þegar þið horfið á vöru, þið horfið núna á myndirnar af vörum sem við höfum hannað hjá Fólk Reykjavík, að þá sjáið þið eitthvað form, þið sjáið eitthvað hvort ykkur þykir þetta fallegt eða ekki. En vara, hún bara eins og ísjaki. Þið sjáið bara 10% af vörunni og hvað stendur á baku hana. 90% af því sem þið sjáið ekki hönnunin, hugmyndin, hvernig draugur umhverfisáhrifunum, úr hvaða hráefnum eigum að hafa vöruna, undir hvaða forsendum hún framleidd, hvaða fólk býr hana til. Allt þetta það sem við gerum. Þannig að við erum ekki hætt, þetta ferli og það ótrúlega áhugavert að vera staddur í miðju þessu ferli og gera betur og stöðugt gera betur. Og nú hefur við til dæmis kynnt til sögunar borð sem úr endurunum textíl eftir Jón Helga Hólmgeirsson. Það voru bara einhverjir gamlir ullasokkar og gömul ullateppi tekin og umbreytt í svona byggingaplötur og úr því hönnu við til dæmis borð og síðan lampa eftir Theodóru Alfreðsdóttur, líka íslenskan hönnuð. Nú við erum líka að vinna með íslenskt grjót sem kemur til dæmis upp úr byggingargrunnum á höfuðborgarsvæðinu og hún Ólína Rögnudóttir, líka frábær íslenskur hönnuður, hefur hannað úr því fallega svona nytjamuni sem kertastekar og blómavastar. Og þetta mjög skemmtilegt og ég ótrúlega ánægð að vera stödd í þessari miðju hringiðu. En staðreyndin bara sú að við verðum að endurhanna heiminn. Það svo ótrúlega mikið af hlutum sem voru ákveðið, einhvern tímann fyrir löngu síðan hvernig þetta vera. Ég meina ísskápar. Hver veit hvernig framtíðin lítur út? Getur vel verið að við verðum með ísskápar sem bara með náttúrulegri kælingu eftir nokkur ár. Getur það verið hugmynd? Getur verið að hægindastólarnir sem við setjum í séu gerðir úr sveppamassa? Við vitum það ekki, en við þurfum að blanda okkur í þetta og skrifa framtíðina. Og við þurfum líka átt okkur á því að við erum alltaf að kjósa með okkar eigin kaupum. Við erum bara mannfólk, við erum foreldrar, við erum systur, við erum starfsmenn, við erum líka neytendur. Við erum alltaf að kaupa eitthvað. Alltaf þegar við kaupum eitthvað, þá erum við að kjósa hvernig heim við viljum búa í, hvað við viljum að sé í framboði. Og þá getum við gert svo miklu betur. Rannsóknir sýna að það sé ekki nóg framboð af vörum sem eru framleiddar á umhverfis eða sjálfbæran hátt fyrir neytendur. Þannig að þú gengur inn í búðina og þú ætlar svo sannarlega að velja rétt og velja umhverfisvænt. En svo þegar að vali stendur á milli banana frá, Kosta Ríka eða Afríku, ég meina, hvað átt að gera? Þannig að það þetta flókið en það hægt að gera betur. Og við konur, við erum auðvitað mikilvægur hlekkur í þessu og eins og ég hef verið að færa rök fyrir að þá tækifærið okkar núna. Það skiptir ekki máli hvar við erum staddar í heiminum til að hrinda okkar góðu hugmynd í framkvæmd, heldur það skiptir máli hvað við höfum fram að færa. Nú,
svona alveg í blálókin, þá langar mig að bara fara stutt yfir þá lærdóma sem ég hef svona lært og dregið dóma af í þessi 5 ár sem ég hef staðið í þessu frumkvöðlastarfi. Og það í fyrsta lagi að hugsa stórt. Hugsa út fyrir Ísland, bara strax. Bara hverja ert að tala við? Það fólk út allan heim sem vill að þú leysir einhver ákveðin vandamál. Það hefur engan áhuga á að taka þátt í því hvort að þú náir einhverjum ákveðnum fjárhagslegum mælikvörðum í sölu á þinni vöru. Það vill bara kaupa, ef þú getur leyst vandamál fyrir það, þá vill það taka þátt. Og þess vegna líka, ef við hugsið 20 ára aftur í tíman, munið þegar Björk sló í gegn á alþjóðavísu. Enginn bjóst við þessu. Hún sló í gegn og síðan kom svona holskefla fullt af íslenskum tónlistamönnum sem fengu bara frábært tækifæri og náðu í gegn líka. Það svona minn draumur að við hjá fólki náum í gegn á alþjóðavísu og eftir 20 ár það verður íslensk hönnun bara svona, já, eitt af þessum þekktu vörumerkjum í hönnunarbransanum. Og önnur reynsla svo að það ekkert ómögulegt. Sko, fyrsta varan hjá okkur kom á markað rétt fyrir jólin 2017. Það 3 ár síðan. Það voru heillurnar og sjónselga sem að hafa virkilega slegið í gegn. Og núna, 3 árum síðar, þá hefði ég aldrei búist við því að við erum til sölu í 7 löndum, við erum til sölu í einn af stærstu vefverslun og virtustu vefverslun Evrópu, finnst í Sænsjá. Þannig að bara, ég hef ekki sett markið á þetta en þetta tókst og við erum að halda áfram. Við erum með að selja vörurnar okkar í 7 löndum og með starfsemi í 2 löndum. Við erum með skrifstofur á Íslandi og erum með vöruhús og lager í Hollandi. Nú, að sjálfsögðu þá tekur þetta tíma en þetta hrikalega gaman. Ég meina þessi síðustu 5 ár hafa verið frábær. En að samaskapi þá þarf líka þrautsi. Þetta ekki auðvelt og allir frumkvöðlar þurfa stuðning, hvort sem þeir eru kallar eða konur. Og við þurfum stuðning bæði frá okkar nánustu fjölskyldu, frá faginu okkar og fjárhagslegan. Og það sýnir svo sannarlega að stuðningur fjölskyldu getur skipt sköpum. Og ég vissum að fleiri geta tekið undir það hér með mér í dag. Nú, og svona alveg í lokin, þá langar mig til að vitna í mannfræðinginn Margaret Mead. Hún segir, aldrei efast að lítill hópur af hugsandi og tryggum borgurum getur breytt heiminum. Hún var einn af frumkvöðlunum í mannfræði fyrir 100 árum og þetta má svo sannarlega heimfæra og tengja við umræðuna hér í dag að íslenskar konur geta breytt heiminum. Takk fyrir. Við þökkum Rögnu Söru kærlega fyrir hennar innlegg og frábæra punkta og öll þessi heilræði. Nú, mikilvægi frumkvöðla hefur sjaldan verið meira en núna. Ísland þarf á frumkvöðlum að halda eins og önnur lönd. Við þurfum á frumkvöðlum að halda sem stofna fyrirtæki sem vaxa, skapa ný störf og auka hagsæld hér á landi. Sköpunargleði kvenna vannýtt uppspretta sem við þurfum að sinna betur og þróa frekar. Við sem samfélag megum ekki missa þessa þekkingu frá okkur og því þurfum við að tryggja þátttöku kvenna í nýsköpunarverkefnum. Þetta ekki einkamál kvenna, heldur samfélagsins í heild. Það mikilvægt að miðla af reynslu á stofnun og rekstri nýsköpunarfyrirtækja. Öll fyrirtæki eiga sér misjafnan bakgrunn og þróast með fjölbreyttum hætti. Næsti viðmælandi ætlar einmitt að tala við okkur mistökin. Mistökin sem við megum gera og hvað og hvernig við lærum af þeim. Ég vil kynna fyrir ykkur Rakel Garðarsdóttur sem framleiðandi hjá Vesturporti. Rakel stofnandi Vakandi, samtaka sem vilja auka umræðu og vitundavakningu matarsóun og önnur umhverfismál.
Rakel jafnframt stofnandi fyrirtækisins Verandi og hún situr í alls kyns stjórnum og nefndum, þar á meðal stjórn Hússtjórnarskólans og stjórn Icelandic Startups. Hún í dómnefnd fyrir umhverfisverðlaun Norðurlandaráðs, í nefnd sem vinnur að matvælastefnu Íslands og Rakel hringskona. Við bjóðum Rakel velkomna að flytja erindi sitt. Gjörðu svo vel, Rakel. Komið sæl, takk fyrir að bjóða mér að vera með. Það gaman að taka þátt í og tala það sem að mér þykir skemmtilegast að tala sem eru minni sóun og betri nýtingu matvæla og hringrásarhagkerfið. Ég eins og var nefnt heiti Rakel Garðarsdóttir og ásamt Elvu Björk Barkadóttur og Einar Guðmundsssyni eigandi og stofnandi fyrirtækisins Verandi. Og ég ætla nú mest að tala það þó að þetta haldist alltaf í hendur við samtökin mín sem heita Vakandi sem að ég stofnaði árið 2013 til að þá að ég lesi grein hversu miklu mat var sóað í heiminum og á Íslandi. Þá var það 90 kíló á mannesku á ári á Íslandi. Þessi grein frá 2010. Því miður hefur þetta ekkert mikið skánað. Og það fékk mig til að hugsa hvað þetta væri fáránlegt að henda mat. Ég byrjaði að hætta að henda mat sjálf, að draga úr því, tók eftir að það var ekkert mál og gerði það áramótaheitinu mínu þarna 2013-14 að fá Íslendinga með mér í það að hætta að henda mat. Og það hefur gengið svona ágætlega eins og það hefur verið minnst á áður á undan mér að vitundarvakning eitt og eftirfylgni og að sjá hlutina gerast annað. Það eru allir til að tala matarsóun og annað en það eru kannski færri sem eru til að virkilega láta verkin tala. Og á þessari vegferð minni að vera alls staðar að tala matarsóun og fá fólk til að hætta að henda mat og hvað við getum gert í staðinn og svona óþolandi. Horfandi í matarkörfur hjá fólki hugsa bara í alvörunni, þessi einstaklingur að fara að borða allan þennan mat? Þá hef ég hitt alls konar fólk í gegnum alla fæðukeðjuna og það má ekki gleyma því að matvæli sóast alls staðar í keðjunni. Á sama tíma, þarna 2013-14 og þangað til í dag, þá byrja líka þessi rosalega vitundavakning náttúruleg snyrtiefni og náttúrulegar húð- og hárvörur. Og ég fór að vera ansi meðvituð það líka, sjálf að nú búum við á eyju og stór hluti lífsviðurværi okkar kemur úr sjónum. Við borðum það sem í kringum eyjuna okkar. Og þá nú frekar asnalegt að vera að nota vörur sem eru fullar af eitri sem að skólast beint út í sjó í það sem við ætlum síðan að borða. Þannig að sú hringrás eitthvað svo röng. Og á sama tíma á meðan ég var kannski einhvers staðar að heimsækja gúrkubónda og sé að hann að henda 100 tonna af gúrku á ári, að það sé verið að búa til í einhverju verksmiðju einhvers staðar eitthvað gúrkuekstrakt til að setja í einhverja ægilega fínar snyrtivörur. Þannig að ég hugsaði svona, já, hvað skakkt við þetta? Þannig að einn daginn, ég var í lögfræði HR og hún Elva sem á fyrirtæki með mér var þar líka og við sitjum saman og erum að drekka kaffi og ég alltaf eitthvað að tala þetta og hún líka, hefur mikinn áhuga á umhverfismálum og erum að drekka kaffibolla og ég fer að pæla svona, já, ok, þetta kaffi búið að flytja 9.000 kílómetra til Íslands, svo hellum maður upp á einu sinni og það 92% eftir að virku efni í kaffi, það búið að hella upp á það einu sinni. Korginum sem bara fleygt, yfirleitt fyrir hann í landfyllingu, upp á Álfsnesi, sem ekki fagurstaður og sem minnst á náttúrulega enda þar. Og á sama tíma verið að selja alls konar líkamsgrúpa þar sem þú ert að skrúbba plast inn í húðina þér. Þetta yfirleitt svona líkamsgrúpar gerðar úr plasti og, og það skólast út í sjó. Þannig að við stofnum þetta fyrirtæki og nú ætla ég að fara að koma mér á, já, ég ætla að tala mistökin sem við höfum gert. Þannig að alltaf Verandi hefur verið á góðri vegferð hingað til og við byrjum og fengum styrki og það gekk rosa vel. Og þar kannski okkar fyrstu mistök að við ætluðum okkur svolítið of stórt til að byrja með. Þannig að við förum og byrjum á þessum eina kaffiskrúp, hann gekk vel og við fyllumst alveg rosalega góðri orku og hugsaum bara, ok, það ein vara upp í hillu, nú þurfum við bara að fylla hilluna í búðinni. Þannig að við förum í þróun á 10 nýju vörum og það gekk sjálfur sér mjög vel. Reyndar svolítið erfitt í byrjun að finna sérfræðinga með okkur. Þar kemur smæð Íslands inn að það voru ekki margir í því að búa til snyrtivörur eða hár- og húðvörur úr matvælum. Þannig að það tók svo og við erum að vinna í dag með Matís og Farmastika
En leið og við vorum búin að eyða öllum okkar pening og sækjum alls konar styrki og fá þá og svona og eyddum þessu öllu í þróun, þá hugsaðum við bara, ok, nú erum við komin með vörurnar og hvað gerum við þá? Þá þarf að selja þær. En þá var allir markaðspeningur búinn, eða við áttum ekki meiri pening. Þannig að við hugsaðum eftir á að það hefði náttúrulega verið vitulegra af okkur að byrja kannski með 2-3 vörur, þó að það sé aðeinslega gaman í dag að eiga heilt vörúrval. Þá hefði það verið smartara múf hjá okkur að byrja aðeins hægar. En það múið alltaf, eins og það var bent á áðan, hugsa stórt. Og talandi markaðspening, þá kemur það líka svolítið inn á sem að við höfum brent okkur mikið á Íslandi og þegar við sækjum mikið styrki og höfum verið lánsamra að fengið nokkra af þeim, að sko, það er erfitt að fá markaðsstyrki á Íslandi, rosalega erfitt. Það er mjög auðvelt, ég segi það nú ekki, en það er auðveldara að fá styrki fyrir hugmynd og grunnvinni, svo þegar það er komið, þá stoppar oft svolítið hjá manni og maður sækir markaðsstyrk og ef maður fær hann ekki, þá er maður svolítið svona, ok, hvað þá? Þú veist, þá er maður með tilbúna vöru, en hvernig á ég að koma á markað? Og sérstaklega, við erum að hugsa á erlendan markað. Og við höfum fengið hjálp og ég hvet alla sem í okkar sporum að sækja sér aðstoðar og hjálpar og það er alveg ótrúlega mikið af hæfileikaríku fólki sem til í að gefa manni tímann sinn frían. Og fyrir það er ég ótrúlega þakklátt. Hann er langur listinn en kannski sá sem hefur aðstofað okkur mjög mikið heitir Þórður og vinnur hjá Eyrir Invest og alveg ótrúlega frábær aðili. Og allir þessi fjárfestar sem við höfum verið að tala við benda allir á það sama. Þeir segja alltaf, það er alltaf, þið vanáætlið alltaf eða vanmetið peningin sem þið þurfið í markaðssetningu. Og það er ábyggilega líka rétt. Við höfum örugglega gert mistök þar líka til að byrja með að við náttúrulega byrjum 2017, þá þessar áhrifavaldar, þeir eru ennþá þá svolítið ókeypis, þetta er svolítið nýtt ennþá, við fengum mikla hjálp með ókeypis Snapchat-stjörnum og Instagramið aðeins að detta inn og svona, en í dag er þetta bara orðið allt annað markaður og orðið miklu dýrar og það er í raun ekki neitt í dag sem heitir ókeypis markaðssetning sem að virkar út af því að svo er það líka annað þó það er eitthvað smá í byrjun til að auglýsa, eins og við áttum alveg peninga í byrjun til að auglýsa okkur og markaðssetja okkur, þá er það þessi eftirfylgni sem maður verður að hafa til þess að samkeppnin er það mikil að maður bara annars gleymist maður og ef maður er ekki alltaf á tánum og passa hvar maður er í búðin og láta vita sér og passa þetta og þetta og þetta og það krefst rosalega mikillar vinnu og eins og ég segi, það er kannski svona okkar helstu mistök að hafa vanreiknað okkur þar. En aftur á móti þá hjálpar það okkur rosalega mikið að vera með, út af því að verandi þykir sérstakt merki og við erum einu á markanum sem erum í þessu að nýta hráefni sem fellur til við landbúnaðarframleiðslu og matvælaiðnað sem, þetta eru hliðarafurðir úr matvælaiðnaðinum og landbúnaðinum í snyrtivörur. Þannig að við fáum svolítið góðan vinkil oft í fjölmiðlum út af því, eins og ég segi, svo bara kemur maður einu sinni í fréttablaðið þá er það kannski búið. Þá þarf það, hvar ætlar að koma næst í viðtal og hvernig ætlar að gera það og ef þú ætlar að komast í útlensk blöð þá þarf það að borga fyrir það. Það er bara þannig, það er ekki alveg þannig að smæðin á Íslandi sem hjálpar okkur við þetta. Það er margt gott við að vera á Íslandi og margt út á smæðinni, það er auðvelt að koma skilaboðum á milli. En það er rosalega erfitt að komast á erlendan markað og það er rosalega dýrt. Það er bara, ég hefði varla sjálf trúið þegar maður er að gera fjárhagsáætlanir og annað yfir hvað það kostar að koma einni vöru á markað erlendis. Þannig að, já, ég bara, samt alltaf til það, má alltaf hafa samband við mig. Við erum á rakelatverandi.is ef það er einhver sem hafa áhuga á að ræða nánar þetta, en þó að þetta sé mistök þá myndi ég segja að það sé miklu meira, það er gaman að vera í nýsköpunarfyrirtæki og mér þykir gaman að taka þátt í að búa til eitthvað nýtt sem að vonandi bjargar heiminum. Ég geti staðið í marga klukkutíma og rætt við ykkur hvernig heimurinn er og ég er mjög inspirerað af David Attenborough, hvet alla til að horfa á nýjustu myndina á Netflix, en ég leyfi honum að tala það. Þannig að bara takk fyrir mig og endilega fylgja okkur á samfélagsmiðlum og auglýsa okkur. Takk.
Bestu þakkir, Rakel, fyrir þetta einlæga erindi. Það er gott að segja frá því sem ekki gekk upp og því sem gekk vel og að mistökunum lærum við og svo höldum við áfram. Áður en við gefum næsta viðmælandi orðið áhugavert að skoða tölfræði konur í viðskiptum og nýsköpun á Íslandi en 27% fyrirtækja eigenda hér á landi eru konur. Og samkvæmt mælaborðinu hjá Jafnvægisvoginni voru konur 26% stjórnarmanna í fyrirtækjum á Íslandi á síðasta ári. Konur sem stjórnarformi voru 24% og konur sem framkvæmdastjórar voru 23%. Engin kona forstjóri skráðs félags í Kauphöllinni. Menntun kvenna á Íslandi mjög há en 66% nemenda í háskólanámi veturinn 2018-19 voru konur. Tölfræðin áhugaverð og segir sögu. En til að segja okkur meira þessa stöðu og upplifun kvenna af stöðu kvenna í nýsköpun, hindrunum, valdeflingu og framtíðinni hingað komin Alma Dóra Ríkharðsdóttir. Alma Dóra meistari í alþjóðaviðskiptum og meistaranemi í kynjafræði við Háskóla Íslands. Hennar helsta ástríða fyrir gatnamótum jafnréttis og viðskipta, þá sérstaklega nýsköpunar. Í sumar vann Alma Dóra rannsókn hjá atvinnu- og nýsköpunarráðuneytinu stöðu og valdeflingu kvenna til nýsköpunar þar sem hún skoðaði kynjaða tölfræði samkeppnissjóða ráðuneytisins og tók viðtöl sem voru gefin út sem hlaðvarpsþættirnir konur í nýsköpun. Alma Dóra mun kynna helstu niðurstöður rannsóknarinnar og ræða hindranir, valdeflingu og framtíð kvenna í nýsköpun á Íslandi. Alma Dóra, gjörðu svo vel. Frábært. Þetta svaka stór mynd af mér, þannig ég ætla að byrja þetta bara hér. Ég heiti sem sagt Alma Dóra og ég meistaranemi í kynjafræði, en það sem kannski hefur ekki komið fram í þessari kynningu og sérstaklega í þessum hópu, ég bara með stjörnurnar í augunum yfir ykkur sem hafi verið að koma hérna fram og segja eitthvað sögu, þetta bara frábært efni. En ég líka sjálf búin að vera svolítið að prófa mig áfram í frumkvöðlastörfum og mér datt í hug að byrja þetta erindi á því að segja ykkur kannski smá bara frá mínum innblástri sem kom mér inn í þessar pælingar og sem sagt var svona kveikin að þessari rannsókn sem ég vann í sumar. En ég sem sagt eins og Huld minntist á meistari í alþjóðaviðskiptum og lærði í San Francisco og eins og glöggir taka eftir þá þessi mynd ekki tekin þar, heldur í London og ástæðan fyrir því að ég útskrifaðist í London sú að ég bjó stundarsakir í kastala rétt fyrir utan London. Og sagan á bak við það sú að ég var að vinna í sprotafyrirtæki á þessum tíma sem ég stofnaði í náminu sem komst rosa langt í viðskiptahraðli sem sá stærsti í heimi fyrir samfélagsdrifin sprotafyrirtæki og heitir The Holt Prize. Holt Prize sem sagt smala saman 40 teymum á hverju ári úr 200.000 á heimsvísu sem fá að eyða 6 vikum í þessum kastala sem heitir Ashridge, svo bara klukkutíma fyrir utan London, til þess að vinna í sinni hugmynd og þróa hana áfram. Og þetta þess að teymi mitt og við vorum þarna fulltrúar háskólans okkar og Kaliforníufylkis í keppni. En eins og þið sjáið þá þetta rosalega fjölbreyttur hópur frumkvöðla. Þarna eru 120 manns, fólk frá bara öllum heimshornum, þarna eru teymi frá Kenía og Ghana og Suður-Afríku og Jórdaní og Palestínu, Bandaríkjunum, Evrópu, bara Bangladesh út allt. Og þetta var alveg mögnuð upplifun að fá að fara í gegnum að vera með þessum hóp að vinna í að búa til fyrirtæki bara frá grunni. Og það kannski skemmtilegasta við þetta var að kynjahlutföllin voru svona ekki jöfn en þau voru 60-40 körlum í vil. En markmiðið með þessu öllu saman var að sjálfsögðu að komast síðan áfram í úrtak og keppa verðlaunafé sem var $1 milljón í þessum hraðli. Og það voru 6 teymi sem voru valin til þess og við fengum þrátt fyrir að fengi rosa góða gagnrýni á hugmyndin okkar, á teymið okkar og allt sem var í gangi sem við vorum að gera markaðinn, þá vorum við ekki á meðal þessara 6 teyma sem fóru áfram. En hér mynd af þeim. Og það óhætt að segja að þessi hópur endurspegli ekki fjölbreytnina sem var á fyrri myndinni. Og glöggir áhorfendur taka kannski eftir að þarna eru bara 3 konur, 17 kallar, sem lækkar þá kynjahlutföllin úr 40% niður í 15%. Og það má segja að þetta hafi bara kveikt eitthvað bál undir mér að lenda í þessu og þetta hefur örugglega verið bara mín stærsta hindrun
í bara lífinu að lenda í þessu. Það gat ekki útskýrt fyrir mér af hverju mitt teymi eða önnur teymi, og við erum að tala um það voru kvennateymi frá sko, bæði Harvard og MIT, þú veist, þvílíkt fyrirtæki sem var bara þvílíkt í gangi og ekkert smá að gerast sem komst ekki áfram, og það gat ekki sagt mér nákvæmlega af hverju það var bara eitthvað sem vantaði, eitthvað svona smá. Þannig ef við spólum aðeins áfram þá sem sagt verður þetta til þess að ég ákveða að flytja heim og skráa mig í kynjafræði upp í HÍ og fæ það rosalega spennandi verkefni sem var að skoða skýrslu frá árinu 2014 þar sem við erum að fara yfir sem sagt styrkja úthlutanir hjá atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu til nýsköpunar. Og þarna voru sem sagt nokkra sjóði að ræða og þá var búið að fara yfir tölfræðina þarna frá árunum áður fyrir 2014 og út úr þeirri tölfræði kemur að konur eða kvenleit verkefni hafa bara fengið 19% af öllu fjármagninu, og þetta eru milljarðar sem við erum að tala um og 81% á að fara til karlleitra verkefna. Og svo náttúrulega var þetta verkefni bara hálfgert Pandoru box, bara leið og ég byrjaði að grafa þá bara kom upp endalaust meira og meira sem ég langaði að skoða. Og ég var svo ótrúlega heppin að fengi rosa góðan tengilið sem heitir Þórir Hrafnsson og ég var bara að þakka honum kærlega fyrir hjá atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu sem hafði bara ótrúlegan áhuga á þessu, þekkingu og var tilbúin að styðja mig í þessu. Þannig að þegar ég stingu upp á við hann að við sækjum styrk frá Nýsköpunarsjóði námsmanna til þess að taka rannsóknina lengra, uppfæra tölfræðina og gera meira til þess að búa til framtíðarsýn fyrir sjóðana út frá jafnréttissjónarmiðum, þá var hann sko heldur betur til. Þannig að við sóttum styrkin og fengum styrk og í sumar var ég að vinna í því að fara í gegnum sjóðina, tala við forsvarsfólkið þar og skoða hver staðan í dag. En síðan þótti mér líka viðeigandi að tala við áhrifakonur úr nýsköpunarumhverfinu. Af því ég held að tölfræðin segja okkur bara eitt, en svo náttúrulega ef maður ætlar að breyta einhverju þá verðum við að taka inn í þarfir þeirra sem við erum að reyna að koma betur til móts við. Og upp úr því kemur hugmyndin að hlaðvarpinu Konur í nýsköpun. En við upptöku hlaðvarpsins er ég búin að taka viðtöl við 18 áhrifakonur úr nýsköpunarumhverfinu og það er allt frá forsvarskonum sjóðanna, háskólana, það er nýsköpunarráðherra, og allt þar á milli, bara framkvæmdastjórar, frumkvöðlar, fjárfestar og allar hafa þær komið í viðtöl til mín og þessi viðtöl eru nú gefin út eitt af öðru í hlaðvarpinu sem kemur út á mánudögum á öllum helstu streymisveitum. En ef við færum okkur aðeins að efninu, efnistakinu og því sem er kannski mest relevant fyrir konur í nýsköpun og félagskonur FKA þá sérstaklega, þá held ég að ef ég ætti að greina í dag hindrunina sem ég varð fyrir, þá myndi ég segja að hún væri formið. Og eins og bara með piparkökukalla, þá erum við alltaf að reyna einhvern veginn að troða fólk í eitthvað ákveðið form. Og það er svo ótrúlega rík orðræða einhvern veginn þegar maður skoðar rannsóknir stöðu kvenna í nýsköpun að fólk segir konur eru ekki alveg nógu agressívar, eða konur hafa ekki alveg nógu mikið sjálfstraust, eða konur einhvern veginn eru ekki alveg nógu áhættusæknar. En miðað við hvað? Miðað við hvað eru þær ekki nógu áhættusæknar? Og ég velti því fyrir mig hvort það sé vegna þess að við erum bara hreinlega að reyna að miða þær við karlmenn og við erum ekki nógu mikið að taka inn reikningin að sérstaða kvenna er svo ótrúlega dýrmæt líka. Og þó maður sé kannski að generalisera þegar við segjum að kvenlegir eiginleikar eigi líka heim í frumkvöðlastörfum, þá er það náttúrulega svoleiðis að við berum ákveðin einkenni okkar kyns og bakgrunns og fleira. Og það er bara þannig að ef maður skoðar bæði rannsóknir sem hafa verið gerðar og náttúrulega bara niðurstöður viðtalin sem ég hef verið að taka, þá eru ákveðin einkenni sem að kvenfrumkvöðlar eiga sameiginleg sem eru svo ótrúlega dýrmæt. Og ég vil meina að þessir eiginleikar vegi að mörgu leyti upp á móti kannski því sem er ríkara í körlum þá á móti. Og þá má til dæmis nefna að konur eru oft raunsærri í fjárhagsáætlanagerð fyrir fyrirtækin sín. Þær vilja oftast segja rétt og satt frá í umsóknum og svoleiðis. Þær eru duglegar að leita sér aðstoðar áður en að hlutirnir verða vandamálum. Og svo hafa þær líka mjög gjarnan áhuga á greinum sem hafa eitthvað að gera með samfélagslegan ágóða. Og þá erum við að tala umönnun og menntun en líka bara umhverfið og alls konar, jafnrétti. Og ég held bara að við séum búin að taka mjög góð dæmi hérna í dag slíkar greinar. Og auk þess þá hafa rannsóknir sýnt að kvenleit fyrirtæki eru bara hreinlega arðbærari. Þau búa til meiri peninga og þá var gerð rannsókn hjá Mass Challenge það að þau fyrirtæki sem verða til í þeim hraðli á 5 ára bili framleiddu kvenleitu fyrirtækin 10% hærri heildarhagnað heldur en þau karlleitu. Og á sama tíma eins og hún Huld sagði okkur áðan þá fá kvenleit fyrirtæki aðeins 2% af vísisfjárfestingum í Bandaríkjunum og sorgarsagan við þetta er á Norðurlöndunum staðan ennþá verri. Konur fá 1% á Norðurlöndunum og þetta er náttúrulega bara eitthvað sem þarf klárlega að laga. En ég held samt að
þó að kvenfrumkvöðlar séu ótrúlega sterkir og það eru ótrúlega margir karlfrumkvöðlar sem eru líka sterkir, þá sé aðalpunkturinn í þessu að fjölbreytni er sterkust. Og þau teymi þar sem að koma ólíkir einstaklingar að og fólk með ólíka bakgrunni, fólk af ólíkum aldri, fólk með bara ólík vandamál og ólík sjónarhorn, þau búa til sterkustu lausnirnar og sterkustu fyrirtækin. Og þetta er þema sem kemur aftur og aftur og aftur upp í viðtölunum hjá mér, að fjölbreytni er lykilatriði í frumkvöðlastörfum. Og ég vil meina að til þess að við getum séð til þess að það sé fjölbreytni í teymum, þá verðum við að sjá til þess að séu jöfn tækifæri og að nýsköpunarumhverfi okkar hérna á Íslandi og annars staðar bjóði upp á jöfn tækifæri. Og það áhugaverða við þetta er að flestir sem ég tala við, ef ekki allir, eru styðjandi við jafnrétti. Allir vilja jafnrétti, við viljum jöfn tækifæri, en erum við markvisst að vinna að þeim? Og ég held að mín skilaboð, það sem við tökum kannski upp á minni rannsókn, er það að, og þetta eru bara skilaboðin mín til allra þeirra sem er í forsvari fyrir fjármagn, er í forsvari fyrir tækifæri innan nýsköpunarumhverfisins. Gerið markvissar aðgerðir til þess að stuðla að jafnrétti. Setið ykkur jafnréttismarkmið. Hvernig lítur jafnrétti út í ykkar raunveruleika? Ef þú ert með sjóð, hverju ertu að reyna að stuðla að? Ertu að reyna að stuðla að því að bara allir sem sækjum hafi jafna möguleika? Eða ertu að reyna að koma til móts við hópa sem hallar á til þess að búa til meiri heildarhagnað eða meiri áhrif, samfélagslega áhrif fyrir alla? Og ég held að þetta sé fyrsti punkturinn. En svo eru líka þrír flokkar sem ég er búin að sortera mínar niðurstöður í. Og ég held að það sé í fyrsta lagi valdeflingar elementið. Og þetta er svolítið eitthvað sem FKA eru til dæmis mjög sterkar í að stuðla að. Og það er náttúrulega við þurfum að lyfta konum upp, við þurfum að hrósa þeim, við þurfum að láta þær vita að þeirra störf séu metin verðleikum og séu flott og þær séu að standa sig vel. Af því að kvenfrumkvöðlar verða fyrir svo ótrúlega miklu mótlæti og mörgum hindrunum og sérstaklega þegar kemur á fjármagn og öðru og við verðum að vera dugleg að ýta þeim upp. En það má alls ekki setja ábyrgðina bara á konurnar og við dettum stundum í það að halda einhvern veginn að sé nóg að segja bara you go girl og þá munu hlutirnir einhvern veginn laga sig að sjálfu sér. En þrátt fyrir að konur þurfi vissulega að hafa sjálfstraust og trúa á eigin hæfni, þá þarf líka fleira til og það spilar inn í kerfislega breytingin sem þarf líka að eiga sér stað. Og þarna spila inn í, eins og ég sagði áðan, jafnréttismarkmiðin, hvernig erum við að auglýsa, hvernig setjum við upp verkferla og þetta á jafnt við fjármagnið, hið opinbera, sjóðakerfið og stuðningskerfi bara innan nýsköpunar yfir heildina. Og það þarf að endurskoða þessa verkferla svo að þeir komi til móts við fjölbreytta hópa vegna þess að annars þá erum við ekki að hámarka möguleika nýsköpunarumhverfisins okkar. Og svo í þriðja lagi þá vil ég meina að það sem þurfi til sé einhvers konar hugarfarsbreyting í samfélaginu okkar. Erum við að kenna börnunum okkar frumkvöðla hugsun? Erum við að hvetja þau til nýsköpunar? Erum við að segja fólki og ungu fólki og börnum sérstaklega að það sé bara ákjósanlegur starfsferill að vera frumkvöðl og að nýsköpun sé alls staðar og það sé bara ótrúlega dýrmæt hæfni til að hafa. Og hvernig erum við að brjóta niður staðalímyndirnar í samfélaginu okkar sem segja okkur að frumkvöðlar séu einhvers konar Mark Zuckerberg típa af kalli, af því að það eru sannarlega ekki allir frumkvöðlar svoleiðis og við þurfum að beita okkur fyrir því að búa til fleiri fyrirmyndir sem líta út eins og fjölbreyttur hópur fólks vegna þess að þannig fáum við fjölbreyttan hóp fólks til þess að slást í hópinn, gerast frumkvöðlar og búa til lausnir við fjölbreyttum vandamálum í samfélaginu okkar. Og þannig held ég að okkur takist að hámarka möguleika nýsköpunarumhverfisins á Íslandi og út allan heim. Mér langaði svo bara að enda þetta á smá því sem ég er að vinna í þessa dagana, en ég er í 2 verkefnum aðalega. Við erum sem sagt hópur kvenna að vinna í Flóru útgáfu sem er femínískur útgáfuvettvangur sem var settur á laggirnar til þess að jafna tækifæri og auka fjölbreytni í fjölmiðlaflórunni á Íslandi. Það eru mjög spennandi hlutir í gangi þar. Og svo er ég líka ein af meðstofnendum Heima sem er nýtt smáforrit sem mun sjá verkaskiptingu og hugræna byrði heimilisins og er akkurat eitt af topp 10 teimanum í gullleikinu. Annars eru þetta kontaktupplýsingarnar mínar. Ég heiti Alma Dóra og þið finnum mig undir annarkvort Alma Dóra eða Ríkharðsdóttir inn á öllum helstum samfélagsmiðlum. Ég er alltaf til í að spjalla jafnrétti, alltaf til í að spjalla konur og viðskipti og frumkvöðla og konur í frumkvöðlastörfum og auðvitað Flóru og Heima. Og með þessum QR-kóða er hægt að finna hlaðvarpið Konur í nýsköpun inn á Spotify. Annars er það aðgengilegt líka á öllum helstu streymisveitum. Takk kærlega fyrir mig.
Kærar þakkir Alma Dóra fyrir þetta framlag og áhugaverða punkta og það er svo ótrúlega margt þarna sem að ég myndi vilja taka undir og kannski helst þetta með fjölbreytileikann. Það er best að hafa sem mest af honum. Það er að verða komið að lokum hér hjá okkur í dag. Við hjá Nýsköpunarnefnd FKA ætluðum að taka á þessum viðburði spurningar í gegnum samfélagsmiðla og við ætluðum auðvitað að hafa þetta viðburð í sal með fullt af gestum en út af takmörkunum að þá urðum við að breyta því og getum því miður ekki verið með svæði fyrir sameiginleg samtöl. Við ætlum í staðinn að bjóða þeim sem eru að horfa að senda á okkur spurningar í gegnum Facebook síðu FKA og samfélagsmiðla og við munum síðan koma þeim til fyrirlesarana í dag og setjum svo spurningar og svör inn á síðuna hjá FKA. Þannig að það er allavega hægt að koma því til okkar og við reynum að svara eftir bestu getu. Með þessum lokaorðum þá þökkum við öllum þessum flottu konum sem fluttu erindi hérna í dag fyrir þeirra framlag og einlægni og ég vil þakka nefndinni og framkvæmdastjóra FKA og Nýsköpunarviku og Arion banka fyrir þeirra framlag og stuðning. Takk fyrir samveruna og verið þið sæl.